Það er kominn Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Við ætlum að enda þáttinn á því að tala réttlæti og sko samfélagslegt réttlæti. Ég meina, það er ljóst að það er mjög sterk krafa núna í samfélaginu að réttlætinu verði fullnægt og það er náttúrulega spurning hvers konar réttlæti og hvernig á að ná því fram, Vilhjálmur. Já, það er náttúrulega sko mikið ranglæti sem að yfir okkur hefur dunið og vegna þess að fólk skynja náttúrulega ekki tengsl neinna athafna sinna og þeirra afleiðingar sem það stendur frammi fyrir og ég held að þessi tvenns konar réttlæti aðalega sem við þurfum að huga að. Það er annars vegar svona réttlæti refsinga eða endurgjalds, við tölum makleg málagjöld, það hugtak annars vegar og hins vegar svona réttlæti dreifingar eða hvernig er hægt með sanngjörnum hætti að dreifa gögnum og gæðum eða þeim byrðum öllu heldur sem á okkur munu lenda. Og í báðum tilvikum er kannski hægt að segja að samnefna þessa tvenns er rauninni að hver og einn fái það sem honum ber, svo má segja. Já. Og en réttlæti refsinga, ef við snúum okkur að því fyrst, þá held ég að kannski ekki refsingin út af fyrir sig sem það er mikilvægust heldur höfuðmarkmið væri að sannleikurinn komi fram. Og þetta hefur náttúrulega töluvert verið talað að það þurfi að rannsaka mál og í slíkum tilvikum þá er það náttúrulega oft sem sé jafnvel gert að forsendu að þess að fá sannleikann fram að refsileysi sé jafnvel. Já, þessi boðið upp á refsileysi. Já, boðið upp á refsileysi til þess að fá sannleikann fram. Því að það er held ég megin atriði, síðan er það útfærslu atriði ef svo má segja hvernig refsinga verða ef að saknæmt athæfi finnst sem auðvitað ekkert, blasir ekkert við. En það er náttúrulega, við tölum kannski ekki bara sko, við erum ekki alveg bara að tala um það að menn hafi brotið af sér heldur líka er ýmis sko siðferðisleg viðmið líka. Já, síðan, sem sé það er ekki bara saknæmt þetta, við heldum líka ábyrgð og það virðist náttúrulega, það þarf, blasir náttúrulega við að fólk margir bera ábyrgð til flókinstaða hins vegar og nákvæmlega hver eru tengslin á milli athafna eða ákvarðana annars vegar og afleiðinga hins vegar, það vitum við ekki alveg vegna þess hversu flókinstaðan er, meðan annars vegna þess að þarna kemur inn þessi alþjóðlega kreppa en hitt verðist ljóst að stjórnmálamenn auðvitað og kannski lykilembættismenn bera þarna mjög mikla ábyrgð vegna þess að þó að kannski sagt sé að þarna hafi útrásarvíkingar farið mjög með himinskautum að þá fara þeir ekki lengra heldur en þeim er heimilað. Og það er auðvitað megin hlutverk stjórnmálamanna í lýðræðis og markaðsríki að setja þau mörk og tryggja það öryggi sem að til þess að borgarnir lendi ekki svona stöðu. Menn þurfa náttúrulega að taka líka ábyrgð á einhverju sem er kannski aðgæsluleysi og dómgreindarskortur og fleira í þeimdu. Já, þarna skortir okkur Íslendinga hefð, held ég, að við höfum ekki hefð fyrir því í íslenskum stjórnmálum að menn segja af sér og það má kannski segja að það sé ekki alveg komið að því hér hjá okkur, menn tala að þessi brettu bermar og gangi í björgunarstarfið og það er út af þessi skiljanlegt og það sem hins vegar kannski verri því og það tengist aftur að sannleikurinn komið fram. Við fáum mjög óskýr svör og það er mjög, held ég, slæm svona samskipti við almenning í þessari stöðu og hálf absúrt þessi frétt fannst mér hérna í fyrradag þegar kom þessi norski hermála sérfræðingur og fór svona hughreyst okkur með því að síminn virkaði og samgöngukerfið eins og þetta væri svona verið að útlista fyrir þjóð sem hefur lent í hernaðarárás sko. Þannig að þetta var sko, það er mjög einkennilegt hvernig talaði til almennings og það kannski kann að skýra líka að það er svona aukast þessi fólk er að finna reiði sinni farveg og það held ég að sé kannski sumpart vegna þess að við fáum ekki nógu skýr svör en hins vegar og það spurning hvort það muni jafnvel koma að því í íslensku samfélagi
að stjórnmálamenn segja af sér, það er... Og það er náttúrulega, stjórnmálamenn geta náttúrulega sagt af sér þó það sé ekki vegna eitthvað sem er refsivert. Já, vegna þess að þeir hafa bara sofið á verðinum eða þú veist, gert ekki það sem nátt að gera, en hérna er einhvern veginn ekki talið að stjórnmálamenn þurfa að segja af sér nema bara beinlínis að þeir... Nei, menn hanga þarna gjarnan á sakamálareglu, á reglu sakamannsins sektir sönnuð eitthvað slíkt sem á auðvitað alls ekki við trúnaðarstörf. Það eru menn sem að gæta almannahagsmuna og ef að þeir verða uppvísir af eftirlitsleysi, dómgreindarleysi, ósannsögli, allt þetta er svona á sviði hins siðferðilega sem að við höfum séð oft í nágrannalöndum okkar að menn hafa talið nægilega ástæðu til að segja af sér og eiga þá í rauninni líka afturkvæmt inn í stjórnmál. Hér virðist það vera miklu dramatískari ákvörðun að menn segja af sér. En hins vegar held ég að hljóti náttúrulega að koma að því á svona með vormánuðum að hér verði kosningar og þá náttúrulega, ég finnst það ákvæða ólíklegt annað, þannig og þá komið þetta uppgjör að sjálfu sér og hérna. En svo er náttúrulega, sko, þú segir, við höfum búið við ranglæti. Já. Og við þurfum náttúrulega síðan að reyna að byggja eitthvað svona réttlátt samfélag eftir þetta og það er náttúrulega þetta og svo krafa lítur að vera mjög sterk meðal almennings. Algjörlega. Og verður einhvern veginn að fullnægja henni svo við, eins og Tryggvi Herberts var að við í Mogganum svo ég viðtalið að það væri hætt á því við lentum í aftur í einhverju spillingafóraði. Það er mikil hætt á því en leið er líka mikil tækifæri þessari stöðu, held ég. Frá sjónarmið okkar sem sé bara sem þjóð, sem borgarleg eining, sem þarf að vissuleyti að stokka upp sína grundvallarstofnanir, held ég. Því að ef við ætlum að fyrirbyggja ranglæti endurtaki sig, þá þurfum við virkilega að hugsa okkar bara stjórnskipan, held ég, og allavega framkvæmt hennar, útfærslu hennar upp á nýtt. Við búum við mikið ráðherraræði, það er nú mjög augljóst þessa dagana. Þingið er hálf máttlaust, bara í vanda og það hefur í rauninni verið afgreiðslustofnun framkvæmdarvaldsins og handbendi þess og síðustu árum hefur meira segja finnst manni sjálfstæði dómsvaldsins hafa farið þverrandi líka, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að huga að í endurreisnarstarfi. Stjórnmálakúltúrin, styrkja eftirlitsstofnanir, að stjórnmálin verði faglegri. Ég heyrði þá tillögum daginn að sá að þetta spara til dæmis núna með því að leggja af aðstofamenn þingmanna. Ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hversu vel þeirra var unnið. Ég held við þurfum að styrkja faglegt bakland þingsins. Og þetta er mjög áberandi til dæmis, ég er í norrænu samstarfi á sviði lífsiðfræði og það er miklu baki löggjafar á svona sviði er miklu meiri fagleg vinna og samtal milli sérfræðinga og almennings og hagsmunaaðila þingsins og heldur en hér er bara eins og þetta samtal og rauninni kannski mætti vekja þarna aftur samræðu stjórnmálin sem hafa fengið kannski svolítið óvarð á sig. Ég held að inntak þeirra er alveg gríðarlega mikilvægt að vinna löggjöf í meiri sátt og samráði við almenning og hagsmunaaðila og hefði það til dæmis ekki verið gert í fjölmiðlafrumvarpinu fræga. Þá held ég að við værum í annarri stöðu. Og værum við hugsanlega með notað fjölmiðlalög. Ég hugsa það því það eru þetta eitt sem er mjög annað sem er veikt á Íslandi og það eru fjölmiðlarnir og er hluti af því að auka hér gagnsæi og aðhald og að bæta stjórnmálamenninguna í víðum skilningi þess orðs. En segðu mér, nú talaðum að við séum öll á sama báti. Ég veit ekki hvort að við vorum öll á sama báti en þetta er náttúrulega svona frasi sem menn grípa til en við verðum þá bara að trúa því að við séum öll á sama báti og það er þá spurning samfélagið sem kemur út úr þessu. Ég held að við séum öll á sama báti og við erum þá frá upphafi. Það er ákaflega ósanngjarnt að fara fyrst að tala um það þegar í óefni komið. Það er náttúrulega þessi pilsfallakapitalismi sem vill einungis þjóðnýta tapið. En það er mjög mikilvægt heldur sjónarmið grundvallar samfélagslega réttlæti að samfélagið er eins og flókin vefur þar sem að eiginlega forsenda þess að hæfileikar eins nái að þroskast er að hann er hluti af samfélagi og kvótakerfið er ákaflega gott dæmi þar sem að eigendur
bátana sem höfðu verið að veiða það er mikil ósanngirni í því fólkin að sértaka þá allt í einu út úr hennum flókna vef fiskveiðisamfélagsins og færa þeim sem sé eignina og því að þeir gátu einungis í rauninni skapa þennan arð og verið í þessu framtæki sem þeir voru í með því að vera hluta af þessu samfélagi. Það braut niður samfélagi og skapaði reiði síðan samfélagi skilið eftir, já. Og þannig held ég að við erum í grunninn öll á sama báti. Við erum ekki alltaf að tala um þetta sem hagfræði heldur. Nei, alls ekki. Þar var kannski ástæðan sú allavega í orði kvennu að þarna væri verið að auka arðsemina í útveginum og hugsanlega jafnvel verndarsjónarmið en réttlætissjónarmið var algjörlega vanmetið og við getum líka kannski sagt að ein ástæðan fyrir því að hleypa þessum útrásarmönnum svona langt hafi verið að lyfta botninum því að það er ekkit endilega réttlætir ekki endilega fólkið í því að hafa einhvern algjöran jöfnuð þó sem á sama báti heldur að skapa bæði forsendur frumkvæðis og öryggis eða sem sé þannig að menn hafi tilefni til þess að rækta hæfileika sína, finna vettvang fyrir dugnað sinn, meðal annars til þess að nýtist okkur öllum. En í þessu tilviki þá stund kannski leið þjóðinni eins og öll botninum hefði verið lyft og við vorum í góðærinu, en með þessum á þennan hrikalega hátt að botnin var bara falskur og allir í verri stöðu fyrir vikið. En við lokið mér langar aðeins að tala, þú veist, hvað á að gera fyrir fólkið, fyrir almenning? Það var ljóst að afkoma hans verður miklu verri en verið hefur sinn og líka að einmitt eins og segir það sem fólk trúði á það reynist vera blekking. Já, það er náttúrulega, þarna mér finnst vera mjög mikið skapandi hugsun í samfélaginu nema hjá stjórnmálamönnum reyndar. Mér finnst það er gaman að heyra margs konar lausnir og við þurfum auðvitað að lifa í lausnum í svona stöðu og þora að setja það fram og leita farvega fyrir þær. Og ég held að megin viðmiðunum frá sjónarhóli réttlætis er að tryggja hag hinna verst settu. Síðan þarf auðvitað hvernig á að meta það. Ég meina við augljóst dæmi eru námsmenn erlendis í gríðarlega erfiðri stöðu. Ungt fólk sem hefur komið til sig heimili og húsnæði, mjög erfiðri stöðu. Við þurfum að tryggja svona lágmarksforsendur þess að fólk geti, ef svo má segja, áforma líf sitt, haft þessi grundvallar forsendur til þess. Við þurfum líka komið veg fyrir að gæði safnist á fárra hendur og hindra menn njóti forréttinda í krafti aðstöðu. Og svo er það gríðarlega mikilvægt réttlætisatriði að fólk geti gert áætlanir, bæði fólk, heimili, fyrirtæki, gert áætlanir. Það er það sem að gjaldmiðillinn okkar og gengið og vaxtastefnan hefur í rauninni grafið algjörlega undan svona því að við sjáum fram í tíman og getum gert einhverjar áætlanir. Þetta er alveg óþolandi staða frá sjónarmiði réttlætis. Og svo er náttúrulega kannski spurningin að reiðin má ekki grafa sig. Ég meina, það er náttúrulega ekstrem dæmi að tala Weimar-lýðveldið, en í Weimar-lýðveldinu var þessi hugmynd svikin, svo sterk rýtingstunguna, sem í rauninni feldi síðan þetta þýska Weimar-lýðveldi, sem var kannski ekkit sérstaklega vont samfélag þegar litið er tilbaka, en það er að það grafi ekki sig þessi tilfinning að hér hafa fólk verið svikið og að það sitji eftir reitt og fái svo ekki sjá ekki að réttlætun hafi verið fullnægt. Algjörlega. Og þess vegna held ég að forsendan sé sú að það sé talað mjög skýrt til fólks og það sé ekki verið svona eins og í einhverri föðurlegri forræðishyggju verið að leyna okkur því sanna og það er að tala mjög hreint út og leiða fólk til samráðs skapandi lausnir. Svo verður náttúrulega hver og einn að eiga við sitt tilfinningarlíf að sjálfsögðu og það held ég náttúrulega ég meina, var það ekki í sama viðtali við Tryggva Herbertsson sem var að segja að það eru yfirboð í því að mála skrattan á vegginn. Það er alltaf hættulegt, held ég, bæði fyrir einstaklinga og samfélag að draga upp miklar myndir í óvissu stöðu. Við vitum ekki nákvæmlega í hvaða stöðu við erum, menn deila jafnvel það hversu alvarlegt ástandið verður. En svo þurfum við líka, held ég, að endurmeta markmið okkar. Við erum búin að vera að keyra á hagsældar, mjög mikilli vaxtar og hagsældar hugsun, en það er ekkit öruggt hver tengsl hagsældar og farsældar eru þarna. Við þurfum að hugsa farsældina miklu meira og því að það eru merkar kenningar það að hagsæld og hamingja haldist ekki hendunni upp á vissu marki eftir